Komið sæl öll og gaman að fá tækifæri til að vera með ykkur. Það of sjaldan sem við tölum saman byggðarfólkið og skipulagsfólkið. Við ættum alltaf að vera að tala saman, sí og æ. Þannig sérlega ánægilegt að fá tækifæri til þess að vera hérna með ykkur. Og gaman að fylgja eftir Stefáni, hann sagði nú allt sem segja þarf held ég. Ég held að ég hafi svo sem litlu við að bæta en allir fær ekki hérna yfir pistilinn minn enga síður. En ég ætlaði að fara hérna nokkrum orðum skipulagsgerð, byggð og samfélagi eins og ég kallaði það hér í yfirskriftinni og þá sérstaklega út frá landsskipulagsstefnu og svo aðeins að víkja að tengslum skipulagsgerðar við áætlanagerð byggðamál svona undir lokin. En allra fyrst langar mig að varpa upp spurningunni, hvað skipulag? Við verðum stundum vör við það sem að störfum í skipulagsmálum og liggur mig við að segja ástríðu fyrir skipulagsmálum að það eru margir sem að sjá skipulag fyrst og fremst sem bara tæknilegan uppdrátt. Það bara einhver uppdráttur eða kort sem að er fullt af torkennilegum línum sem standa fyrir lóðamörk og götur og byggingarheimildir. En þetta ekki skipulag nema litlu leyti. Því að þótt að uppdrættir af lóðum og byggingarheimildum séu vissulega ein af mikilvægum afurðum skipulagsgerðar, þá felur skipulagsgerð eða á að fela í sér svo miklu mun fjölbreyttara verkefni heldur en það. Í skipulagi sett fram stefna viðkomandi stjórnvalda. Hún á og þarf að vera unnin í samráði við íbúa og atvinnulíf á viðkomandi svæði og þetta stefna þróun viðkomandi samfélags. Og til þess að setja fram slíka stefnu þá þarf að fara fram greining og samtal stöðu viðkomandi svæðis. Það þarf að átta sig á sérstöðu svæðisins, auðlindum þess og áskorunum og setja síðan fram framtíðarsýn og stefnu þróun viðkomandi samfélags til næstu ára og áratuga. Og það það sem að skipulagsgerð felur í sér og á að fela í sér. Leið eru skipulagsáætlanir sveitarfélaga lögboðin stjórntæki, lögboðnar áætlanir og bindandi áætlanir fyrir mannvirkjagerð og þróun viðkomandi samfélags og í þeim eru sett fram ákvæði og skilmálar nýtingu lands og mannvirkjagerð og útfærslu byggðar á hverjum stað. En það svo mikilvægt að þessi ákvæði og skilmálar eigi sér skýran grundvöll, sé ekki sett út í loftið ef svo má segja, heldur sé þau sett til að þjóna þeim tilgangi að vinna að ákvæðinni framtíðarsýn. En svo má líka velta fyrir sér, skiptir máli hvernig við nýtum land? Skiptir máli hvernig byggð útfærð og hvernig við högum uppbyggingu og mannvirkjagerð? Að einhverju leyti held ég að svari liggi í því sem að Stefán var að fara hérna yfir áðan þó að hann hafi ekki beinlínis verið að tala byggðahönnun, að þá liggur það svolítið í því sem að hann var að fara yfir. Og mér langar líka að vitna hér til stefnumörkunar og fagsamfélagsins á alþjóðlegum vettvangi þegar ég varpa upp þessari spurningu. Skiptir yfirleitt máli hvernig ásýnd og yfirbragð byggðar og nýting lands útfærð. Á þessari glæru, úr og grúir að ýmsum dæmum, þau eru ekki alveg valin af handahófi en það liggur við. Og hér sjáum við dæmum það hvernig ýmsir málsmetandi aðilar, bæði stjórnvöld og sérfræðingar, setja fram vægi skipulagsbyggðar fyrir samfélagið. Og það sem þessar áherslur þaðan bera með sér tiltrúin á það að fyrirkomulag byggðar skiptir okkur máli. Það skiptir máli að útfæra vandaða og viðeigandi byggð á hverjum stað og með því getum við skapað samfélögum ný sóknarfæri. Og þetta svolítið það sama og Stefán var að koma inn á rétt í þessu þegar hann talaði að búa til aðdráttarafl og byggja upp ímynd. Og akkurat það að við þurfum að búa til stefnu fyrir viðkomandi stað, greina aðstæður, greina áskoranir, tækifæri, auðlindir, setja fram stefnu og framfylgjenni. Nákvæmlega svo við séum frekar upplifum ekki martröðina eins og það stendur og séum heldur ekki í dagdraumunum. Og í því felst eins og hann réttilega sagði að við þurfum að kunna segja nei og við þurfum að kunna velja á milli. Og það gildir einu hvar við erum, það gildir einu hvort við erum á litlum stað eða stórum, vaxandi eða stöðum í vörn, hvort við erum á Bolungarvík eða á Bræðraborgarstígnum á Húsavík eða í Hafnarfirði. Það allstaðar staðreynd að það hefur áhrif á athafnir okkar og líðan og það hefur áhrif á tækifæri okkar til búsetu og verðmætasköpunar
hvernig landnýtingu háttað og hvernig byggð útfærð og komið fyrir í landi. Og bæjarstjórinn hér við hliðina á mér ágætlega búin að koma inn á þetta reyndar hér út frá þessari byggð sem við nú erum að heimsækja hér í innganginum áðan. En það með þetta veganesti í farteskinu sem að fyrsta landsskipulagsstefnan hefur verið mótuð. Það landsskipulagsstefna 2015 til 2026 sem var samþykkt á Alþingi árið 2016 og það var reyndar Sigurður Ingi þáverandi umhverfisráðherra sem að setti það verkefni af stað í sínu fyrra lífi sem ráðherra þess málaflokks sem á orði komast. Nú í landsskipulagsstefnunni er sett fram stefna 4 viðfangsefni. Það skipulagsmál á miðhálendinu, skipulag í dreifbýli, skipulag á haf- og strandsvæðum og búsetumynstur og dreifingu byggðar. Og það kannski þennan síðasta þátt sem ég nefni búsetumynstur og dreifingu byggðar sem langar að koma aðeins betur og eftir. En í landsskipulagsstefnunni eru líka sett fram 4 leiðarljós og þau sett fram til þess að vera lögð til grundvallar í rauninni allir þeirri stefnu sem að sett fram þarna þessi áðurnefndu 4 viðfangsefni. Og þessi leiðarljós, þau að skipulag byggðar stuðli að sjálfbærri þróun. Það að skipulag byggðar hafi seiglu og sveigjanleika eða það sem að líka mætti kalla viðnámsþrótt gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum. Og þá erum við að tala hluti eins og byggðaröskun vegna breyttra atvinnuhátta í nútíð og framtíð. Við þekkjum fortíðinni þeim efnum en við þurfum líka að vera að búa okkur undir hina svokölluðu 4. iðnbyltingu hvað það varðar. Og þannig erum við líka að tala seiglu og sveigjanleika gagnvart áskorunum sem að felast í loftslagsbreytingum nú þegar og sem við þurfum að takast á við á næstu árum og áratugum. Nú 3. leiðarljósið sem þarna lagt til grundvallar að skipulag stuðli að lífsgæðum og í 4. lagi og síðast en ekki síst að skipulag styðji samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta. Nú þessari stefnu til dýpkunar, svo má segja, hefur núverandi umhverfis- og auðlindaráðherra ákveðið að setja af stað vinnu við gerð viðbótar við gildandi landsskipulagsstefnu. Hún semst ekki að koma til endurskoðunar heldur til dýpkunar og viðbótar. Og þar verður bætt við umfjöllun og stefnu og leiðarljósum 3 ný viðfangsefni sem loftslagsmál, landslag og lýðheilsa. Skipulagsgerð mjög mikilvægur vettvangur til þess að takast á við loftslagsbreytingar og það varðar bæði mótvægisaðgerðir svokallaðar og aðlögun að breyttum aðstæðum. Við getum séð það til dæmis þar sem að beitt samþættu byggðar og samgönguskipulagi til að draga úr ferðaþörf, til að styðja fjölbreytta ferðamáta og til að tryggja innviði fyrir orkuskipti. Við getum líka séð það með því að beita skipulagi til þess að binda gróðurhúsalofttegundir með verndun og endurheimt votlendis, skógrækt og landgræðslu. Og jafnframt þetta mikilvægt að skipulagsgerð sinni aðlögun á loftslagsbreytingum sem hægt að gera með ýmsum hætti. Það hægt að gera það með sjálfbærum rekvarslausnum og að sjálfsögðu með viðeigandi reglum á lágsvæðum þar sem að vænta hækkandi sjávarborðs. Hvað varðar landslagið, þá mikilvægt að við beitum skipulagsgerð markvisst og af kunnáttu til að tryggja ný byggð og hvort sem það á stórum eða litlum stöðum í dreifbýli eða þéttbýli vinni út frá landslagi viðkomandi svæðis og karakter og landslagi viðkomandi svæðis og skapi góða umgjörð mannlíf á hverjum stað með vandaðri og viðeigandi útfærslu byggðar og almenningsrýma. Og hvað varðar sambandið við lýðheilsuna, að þá hefur skipulag og útfærsla byggðar margvísleg áhrif á lýðheilsu og við getum unnið með það með ýmsum hætti. Við getum haft áhrif á það hversu aðlaðandi og auðvelt það að nýta svokallaða virka ferðamáta, þar að segja að hjóla og ganga. Hvatt til útivistar með viðeigandi aðstöðu og huga sérstaklega loftgæðum í skipulagi sem og að útfæra byggð og almenningsrými þannig að þau styrki staðarand og félagssvæði viðkomandi staðar, þar séu staðir og svæði til að koma saman fyrir ólíka hópa svo framvegis.
En mér langar aftur að hverfa að gildandi landsskipulagsstefnu og því sem þar sett á oddinn búsetumynstur og dreifingu byggðar. Stefnan búsetumynstur og dreifingu byggðar í gildandi landsskipulagsstefnu fjallar í rauninni annars vegar búsetumynstur í landinu heild og hins vegar innri gerð þéttbýlis og gæði hins byggðaumhverfis. Og útgangspunkturinn þarna eins og ég nefndi áðan þessi 4 leiðarljós, sjálfbærni, viðnámsþróttur, lífsgæði og samkeppnishæfni. Í landsskipulagsstefnu áhersla lögð á samþætta byggðaþróun í þéttbýli og dreifbýli og á að skilgreind séu eða verði vinnusóknar og þjónustusvæði út frá meginkjörnum í hverjum landshluta og leitast við að beina vexti að þeim stöðum. Markmið með því að tryggja vöxt og viðgang meginkjarna í hverjum landshluta sem staðið geti undir fjölbreyttri þjónustu og boðið upp á þau lífsgæði sem að nútíma samfélag gerir kröfu Þannig í rauninni sett þarna fram sú sýn að vexti sé fremur beint að þessum stöðum heldur en að stofna til nýrra þéttbýliskjarna og að fjölgun íbúða í dreifbýli sé fremur tengd landbúnaði eða annarri staðbundinni landnýtingu og atvinnustarfsemi. Það ánægjulegt að segja frá því af því að það ráðherra kom nú inn á það hér í sínu ávarpi mikilvægi þess að við samtengjum stjórntækin og áætlanagerðina að í nýrri byggðaáætlun og í nýframkominni tillögusamgönguáætlun einmitt að finna sambærilegar áherslur á skilgreiningu vinnusóknar og þjónustusvæða meginkjarna í landshlutum. En þá kemur kannski spurningunni, hvaða þéttbýlisstaða verið að vísa til sem meginkjarna og hvernig skilgreinir maður vinnusóknar og þjónustusvæði þeirra staða? Og þar tel ég að þurfa að hafa allavega tvennt í huga. Annars vegar það að þéttbýlisstaðurinn þarf að vera þeirri stærð að hann hafi slagkraft til að standa undir og bjóða upp á fjölbreytta verslun, þjónustu og menningarlíf. Og þótt íbúafjöldi sé þar alls ekki algildur mælikvarði, þá má vera ljóst að það tiltekinn íbúafjöldi mikilvæg forsenda í þessu tilliti. Nú hins vegar þarf að hafa í huga hvað varðar vinnusóknar og þjónustusvæði sem uppland viðkomandi staðar að þar erum við að hugsa svæði sem ekki hvað einhverju tilteknir einstaklingar kunna gera í dag eða hafa gert á undanförnum misserum eða muni gera næstu ár, heldur það sem við getum almennt séð að sé svæði sem raunhæft að sækja vinnu eða skóla daglega eða nær daglega og síðan víðfeðmara svæði þar sem að raunhæft að jafnaði að geta sótt frá verslun, þjónustu og menningu sem að ekki með sótt á hverjum degi. Það hafa ekki verið sett niður viðmið það ég veit hér á landi stærð staða eða karakterstaða sem að geti gegnt þessu hlutverki eða hvaða ferðatíma eða fjarlægð við viljum vera að miða við. Við getum auðvitað í því tilliti horft til fyrirmynda annars staðar, þetta hjól þurfum við ekki að finna upp frekar en önnur. En það auðvitað ákveðin takmörk á því að leita í smiðju annarra þjóða vegna þess að okkar aðstæður bæði lýðfræðilegar og landfræðilegar eru alls sérstakar. Ég varpa hérna upp tveimur dæmum bara sem svona í hugleiðingum þetta, öðru erlendu og hinu reyndar innlendu, sem sýna sambærilega hugsun og hægt að hafa til hliðsjónar þegar við vinnum með þessa nálgun hér á landi. Annars vegar hér hugmyndum svokallað 20 mínútna hverfi sem að settir fram í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins og nú gerir ég mig vel grein fyrir því að landshlutakernar og uppland geta seint orðið 20 mínútna hverfi í orðsins fyllstu merkingu en það margt skylt með hugmyndinni 20 mínútna hverfi í þéttbýli þar sem að íbúar að geta sótt svona alla helstu þjónustu og það sem að gert frá degi til dags í 20 mínútna göngufæri og hugmyndinni vinnusóknar og þjónustusvæði meginkjarna í landshlutum. Hitt dæmi sem ég dreg hér fram skýringamynd úr nýsamþykktri landsskipulagsstefnu Íra, sem mjög áhugavert plagg. Þar sett fram flokkun þéttbýlisstaða eftir stærð og þeirri þjónustu sem í boði eða vænta má í mismunandi stærðarflokkum þéttbýlisstaða. Það nálgun af þessu tagi sem að við þurfum að hafa bak við eyrað þegar við höldum áfram að ræða og hugsa og þróa
búsetumynstur hér á landi og vinna með skilgreiningu og eflingu meginkjarna og þeirra upplands. Í landsskipulagsstefnu er gengið út frá því að þeim áherslum sem þar eru settar meginkjarna og vinnusóknar og þjónustusvæði verði fylgt eftir í aðalskipulagi sveitarfélaga, í sóknaráætlunum landshluta og eftir atvikum í svæðisskipulagi og sambærilegar áherslur sóknaráætlanir og svæðisskipulagsgerðar svo síðan aftur að finna í nýsamþykktri byggðaáætlun. Og þá er semst gengið út frá því að í hverjum landshluta verði kortlagt núverandi búsetumynstur og mörkuð stefna þróun þess til framtíðar með það að leiðarljósi að styrkja viðkomandi byggðarlag. Ég ætla að varpa hér upp korti sem að ég tek fram er ekki stefnukort, heldur er RIS. RIS er bara orðið svo avanserað í útliti af því það er allt unnið á tölvur í dag. En þetta er RIS af sem svona umræðu grundvöllur og pælingar hvað erum við að tala þegar við tölum meginkjarna og uppland eða vinnusóknar og þjónustusvæði. Svona lítur landið okkur út ef við drögum ímynduð vinnusóknar og þjónustusvæði út frá tilteknum fjárlagaviðmiðum utan þá þéttbýlisstaði þar sem búa 2000 manns eða fleiri. Það er náttúrulega má vera morgunljóst að því fjölmennari sem þéttbýlisstaðir eru og byggð innan nánasta upplands þeirra, þeim mun líklegra að þeir geti staðið undir fjölbreyttri og öflugri starfsemi, hvort sem það er opinber þjónusta, menningarlíf, verslun, önnur þjónusta, atvinnustarfsemi eða menntastofnanir og stutt þannig byggð í viðkomandi byggðarlagi. Eins og ég komið inn á að þá í landsskipulagsstefnu lögð áhersla á að beina uppbyggingu þannig að hún sé líkleg til að styrkja samkeppnishæfni og þol byggðar og samfélags og þá erum við bæði að horfa á landið í heild og kannski hlutverk höfuðborgarsvæðisins í svona stöðu okkar gagnvart öðrum þjóðum og síðan þá landshlutakerna í einstökum byggðarlögum gagnvart samkeppnishæfni einstakra landshluta. Ég ítreka að þetta kort er sett fram sem umræðugrundvöllur en ekki sem stefnumörkun og við höfum hér í þessari tilraun miðað við staði með 2000 íbúa, kannski á miðað við eitthvað annað en íbúafjölda, kannski á miðað við fleiri íbúa, kannski á miðað við færri. Ef við lækkum töluna þá til dæmis náum við Höfn í Hornafirði. Þá má líka hugsa sér að systur bæir, ef við leyfum mér að nota það hugtak, sem liggja nálægt hver öðrum og vinna náið saman, geti til samans náð slagkrafti slíkra meginkjarna, staðir eins og Sandgerði og Garður á Reykjanesi, staðir eins og bæirnir hér á norðanverðu Snæfellsnesi, bæirnir á Utarlega og Tröllaskaga og auðvitað bæirnir í Fjarðabyggð. Hvað varðar stærð vinnusóknar og þjónustusvæða þá á kortinu hér aftur í dæmaskyni og umræðuskyni dregnar upp mismunandi stórar zónur, 20, 40, 60 og 80 km belti. Þá erum við auðvitað með það í huga að almennt megi gera ráð fyrir því að svona 1 klukkustunda ferðatími sé við efri mörk fyrir þá sem eru tilbúin að sækja vinnu eða skóla daglega annað, en að fólk sé tilbúið til þess að fara lengra fyrir verslun og þjónustu sem nýtt sjaldnar. Auðvitað verður líka að gera ráð fyrir því að stærð vinnusóknar og þjónustusvæða staða háð slagkrafti viðkomandi þéttbýlisstaðar. Þannig eru fjölmennari staðir líklegri til þess að standa fyrir fjölbreyttari atvinnu og þjónustu og laða fólk að lengra að komið. Í mörgu tilliti er til dæmis augljóslega höfuðborgarsvæðið með allt landið undir sem þjónustusvæði. En hugsunin með svona kortlagningu er að nýta hana sem hjálpartæki fyrir stefnumótun, hvert íbúðaruppbyggingu og þjónustuuppbyggingu sé æskilegt að beina og hvaða aðgerðir skuli farið í til að tryggja greiðar og öruggar samgöngur, bæði almenningssamgöngur og aðrar samgöngur innan vinnusóknar og þjónustusvæða, einstakra meginkjarna og einnig til að tengja saman ólík byggðarlög og ólíka kjarna. Vissulega verða áfram þorp og sveitir og samfélag sem liggja utan nánustu þjónustusóknar þess slíkra stærri meginkjarna, en það engu síður líklega til að njóta góðs af því að þessi staðir fái og haldi sínum slagkrafti og fái aukinn slagkraft sem akkeri
byggðar í sínu byggðarlagi. Nú, ég er þegar búin að fá miðan, ég er svona syndgubun á þina mögulega nú þegar, ég skulum sjá, en ég vildi vekja athygli ykkar á klassísku umfjöllunarefni þegar að skipulags- og byggðamál eru til umræðu og það eru hvítu línurnar á kortinu sem eru sveitarfélagamörk. Það þarf ekki að rýna lengi í þetta kort til þess að sjá að möguleg vinnusóknar og þjónustusvæði okkar stærstu þéttbýlisstaða virða ekki sveitarfélagamörk. Og það vekur aftur upp hugreiningar mikilvægi svæðisbundins samstarfs á sviði skipulagsmála. Það gæti útfærst í svæðisskipulagsvinnu, en það er líka hægt að sjá fyrir sér annað svæðisbundið samstarf, til dæmis sameiginlegar skipulagsnefndir eða sameiginlegar skipulagsskrifstofur. Það eru ýmsar leiðir til í því, en kannski lykilatriði sem að sést svo skýrt á svona korti er að svæðisbundið samstarf sveitarfélaga á sviði skipulagsmála er mjög mikilvægt. Nú, jafnframt er mikilvægt að tryggja, eins og hér hefur áður komið fram nú þegar í dagskráni, að áætlanagerð á sviði skipulagsmála, byggðamála og samgöngumála rói sem mest og best í sömu átt. Við erum að tala áætlanagerð sem lýtur mismunandi löggjöf. Hún er unnin af ólíkum aðilum og á ólíkum stjórnsýslustigum, ekki bara ríkis- og sveitarfélaga, heldur líka í einhvernum tilvikum færð í hendur landshlutasamtökum sveitarfélaga. Og það er alveg ljóst að þarna er mikilvægt að við róum öll í sömu átt. Og það er ánægjulegt að gildandi landsskipulagsstefna, ný byggðaáætlun og nýframkomin tillaga samgönguáætlun sýna mjög skýr merki að róa í sömu átt. Það eru sambærilegar áherslur þar þessi atriði og fleiri sem ég hef hér rætt. Þannig að það stendur kannski upp á okkur sem störfum í þessum málum á ólíkum vettvangi að taka þetta í okkar faðm og láta verkin tala svo að við náum sem mestum slagkraftri og árangri með þessari áætlanagerð allri samfélaginu til gagns. Og þannig slapp ég við seinni meðan hvað sem olli því. Takk kærlega fyrir.